Komið sæl, í dag hefur verið hvöss suðurnan og suðvestanátt allt land, rigning eða skúrir á suður- og vesturhluta landsins en skýjað með köflum og úrkomu lítið á norðaustan til. Og veðrinu hjá okkur stýrir þessi lægð sem hér við Grænland og hún nokkuð kröpp og djúp miðað við árstíma en lægðin sem fór yfir landið í gær hér við Svalbarða. Og þróunin á þessu til morguns sú að þessi lægð heldur áfram að dýpka og færast hér norðaustur á bóginn þannig að það þéttist á milli þrýstilínana og það verður nokkuð hvasst hjá okkur í nótt og fram eftir degi á morgun og einnig verður strekkingsvindur víða á sunnudaginn. Og ef við skoðum hér hitasviðið þá fór hitinn lægst í 3 stig í nótt á Hornbergsvita en komst í 21 stig á Egilsstaðaflugvelli í dag og fór í 20 stig á nokkrum öðrum stöðum á norðausturlandi tíma í dag. En þessari lægð fylgdi nokkuð hlýtt loft tíma en svo til morguns það helst að sjá að það kólnar hjá okkur fyrst landið vestanvert en síðan allt land þegar líður á morgundaginn og það má gera ráð fyrir að hitatölur nái ekki sömu hæðum á morgun og voru í dag. Og ef við skoðum hér hvernig vindur og úrkoma breytist frá því klukkan 18 í dag og næsta sólarhringinn, það eru gular viðvaranir í gildi núna og á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra vegna vinds og vindhviða en þegar líður á nóttina þá falla þessa viðvaranir úr gildi fyrst á Breiðafirði í nótt en síðan í fyrramálið bæði á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra en áfram verður þó strekkingsvindur allt land lengst af á morgun. En á morgun þá reikna með að verði sunnan og suðvestanátt hjá okkur, vindhraði svona frá 10 og upp í 20 metra á sekúndu, hvassast þá við fjöll inn til landsins en það má gera ráð fyrir að verði einnig vindstrengir hér og hvar norðanvert landið. Það verður skýjað með köflum og hægari vindur á norðausturlandi og þar séast einna helst til sólar en sunnan og vestanvert landið útlit fyrir að verði skýjað með köflum og skúrir mest þó hér á sunnan og vestanverðu landinu. Og hitinn miðjandag og morgun verður svona frá 2 og upp í 12 stig og svo kólnar heldur annað kvöld. Og á sunnudaginn svo reiknað með að verði áfram suðlæg átt hjá okkur, einna hvassast verður þá á suðaustur og austurhluta landsins en hægari vindur norðvestan til, verður rigning eða skúrir mest allt land en skýjað að mestu og úrkomu minnst á norðausturhluta landsins. Og hitinn verður svona frá 2 stigum inn til landsins, þar sem má reikna með að verði jafnvel slitta og upp í 10-12 stig hlýjast á norðausturlandi. Og svo á mánudag útlit fyrir að verði vestlæg átt hjá okkur, heldur hægari vindur í bili og þá verður líklega skýjað með köflum allt land og einhverjir skúrir í flestum landshlutum, misjafnt þó aðeins eftir tíma dagsins og hitinn verður svona frá 2 og upp í 10-12 stig áfram hlýjast hér á norðausturhluta landsins. Og á þriðjudag reiknað með að verði komin aftur suðvestlæg átt með rigningu og skúrum allt sunnan og vestanvert landið og jafnvel talsverð úrkoma á köflum en skýjað með köflum eða bjartviðri á norðausturlandi og þá hlýnar lítið eitt í bili. Og ef við skoðum svo önnur lönd í Evrópu þá að sjá að það verður nokkuð sólríkt og þurrt á Norðurlöndunum. Einnig búist við að verði nokkuð þurrt og bjart norðan til í álfunni en það varað við úrkomu og eldingum á Ítalíu og Sikiley og einnig reiknað með að það verði einhver skúraveður hér. Rýmingarsalan í Betra baki Faxafén hafin. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Nýttu tækifærið og gerðu góð kaup. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Nýr verðtryggður sparnaður Arion laus með 9-10 daga fyrirvara. Þinn árangur. Arion. Kjarnafæði. Nespresso kynnir Vertuo Pop.
nettari hönnun. Þú velur þína kaffistærð og kaffistundin verður litríkari. Óviðjafnanleg kaffi upplifun. Nespresso.